Komið sæl og velkomin í hátíðisviðtalið. Gestur okkar að þessu sinni Árni Sigfússon, bæjarstjóri Reykjanesbæjar og stjórnarformaður í Hitaveitu Suðurnesja. Velkomin. Já, takk fyrir það. Það að byrja á þessum sviptingum sem að gerast þarna í orkufyrirtækinu ykkar, Hitaveitu Suðurnesja. Hvað eiginlega að gerast? Já, það bara að gerast að ríkið ákvað að selja sinn hlut, rúm 15% í fyrirtækinu. Það setti það bara á markað og þeir sem buðu hæst, langhæst voru Geysi Green Energy, nýtt fyrirtæki sem að ætla sér stóra hluti í útrás í orkuverkefnum og það bauð hæst og það fekk í raun og veru hlutin. Síðan hafa sveitarfélögin verið að velta fyrir sig hvort þau eigi að nýta sér þennan forkaupsrétt og flest hafa núna fallið frá, þar að segja þau hafa meira sér að gert samning við Geysi að selja sinn hlut líka og falla frá forkaupsréttinum. En þá standa 2 sveitarfélög eftir sem eru Hafnarfjörður og Reykjanesbær og við hefðum svona að öllum líkindum talið bara mjög æskilegt að fá Geysi inn. Geysi Green hefur gert grein fyrir framtíðarsýn sinni inn í stjórn Hitaveitunar og við erum mjög ásátt þetta. Geysi setur upp höfuðstöðvar sínar á Suðurnesjum sem skiptir okkur náttúrulega mjög miklu máli vegna þess að við erum auðvitað að reyna að byggja upp samfélag og svara þessu áfalli sem var með 700 manna brotthvarfi þegar varnarliðið fór. Þannig að þetta allt mjög jákvætt. Geysi hefur farið til sveitarfélögin og gert grein fyrir þessum hugmyndum sínum og það leit út fyrir að Geysi væri þá bara að eignast þennan hlut. Hafnarfjörður ákveður að nýta sér forkaupsréttinn sem að Hafnarfjörður hefur fullan rétt á og þá finnst okkur eiginlega ekki annað tækt en að við göngum inn af því að við erum stærsti eignaraðilinn í Hitaveitunni og við viljum svona stýra verkefninu. Já, það að segja forkaupsrétt á þessu 15%. Nú erum bara að tala það því að það er að gerast á þriðjudaginn. Þá kemur upp að Orkuveitan í Reykjavík greinilega hefur áhuga á þessum hlut. Hún reyndar var útilokuð frá útboðinu á sínu tíma, væntanlega af samkeppnisástæðum að þá taldi einkavæðingarnefnd eftir viðræður við samkeppniseftirlitið að það gengi ekki að Landsvirkjun eða Orkuveitan væru aðili að þessu útboði eða gætu boðið í hlut Hitaveitunar. Þannig að Orkuveitan virðist sýna þessu áhuga sem auðvitað bara jákvætt en mér finnst hún að hafa gert þau mistök að halda þessu leyndu fyrir einum fulltrúanum og þetta ekki þannig í stjórn Hitaveitunar. Þá gagnvart ykkur? Gagnvart Reykjanesbæ og býður þarna eitthvað hlut sem sagt í hlut annarra sveitarfélaga. Og gerir þeim tilboð ekki? Gerir þeim tilboð og sem að þau hafa þá núna hafnað því að þau tóku tilboð í Geysis en við svona sátum eftir annars að vita hvað var að ræða og ég held að sé ástæða til að leggja áherslu á að sko, í stjórn Hitaveitunar engin minni hluti eða meiri hluti, menn eru bara að vinna saman að uppbyggingu verkefna á vegum Hitaveitunar. Þannig að þegar að þetta gerir svona þá óneitanlega sko, spyr maður hvað í gangi. Vegna þess að ég auðvitað líka verja hagsmuni Suðurnesja, tryggja það að Hitaveita Suðurnesja verði áfram á Suðurnesjum og þau verkefni sem hún er að vinna með okkur, hún er mjög stór aðili að þessu háskólaverkefni og þróunarverkefni upp á Velli. Þetta fyrirtæki sem hefur hæstu meðalaun á Suðurnesjum, þannig að það er mjög mikilvægt að við höldum þessu fyrirtæki öfluga á Suðurnesjum. En hvað gengur Hafnarfjarðarbæ til? Er hann í einhvers konar í samvinnu með Orkuveitunni? Nei, nú höfum við bara átt ágætt samstarf innan stjórnar Hitaveitunar með Hafnarfirði og reyndar eins og Gunnar Svavarsson hefur skýrt að þá er samstarf við Orkuveituna inn í gegnum Hafnarfjarðarbæ, þannig að ég ætla svo sem ekki svara fyrir það en það er greinilegt að þeir telja það áhugaverðan aðila inn í stjórn Hitaveitunar. Eru þeir í bandalagi Hafnarfjörður og Orkuveita Reykjavíkur, finnst þér það? Nú get ég ekkert sagt það vegna þess að ég hef alltaf haft góðan hug til Orkuveitunar og tel alveg að það sé alveg viðræðu grundvöllur við Orkuveituna, þannig að ég myndi nú ekki segja menn sé að búa til einhver bandalag en þetta hljómar auðvitað þannig að Hafnarfjörður sé að ræða við Orkuveituna og svo horfa menn til okkar og segja að þið eru komin með Geysi eru komin inn í okkar samfélag og er að leggja sitt að mörkum, líka þáttakandi í þessu háskólaverkefni upp á Velli og okkur þykir bara mjög vænt þetta fyrirtæki. Þið eru auðvitað í bandalagi þá með Geysi? Þannig að við teljum mjög æskilegt að þetta fyrirtæki komi inn í Hitaveituna. Já, og segjum það bara alveg fullum fett. En hvað gerist þá næstu? Verður þetta þá bara áfram, mun þá Geysi bara yfir höfðu ekkert komin í Hitaveituna? Nei, það í sjálfu sér, það tekur bara að mínum mati lengri tíma. Ef þessi báðir aðilar er að nýta forkaupsréttinn, þá fyrst tökum við þessi 15%, þá er það með okkar hlutfall inn í Hitaveitun, þá eigum við strax 50% eftir þriðjudaginn núna.
þá eigum við 50% Reykjanesbær og svo þegar menn taka þessi 28% og ef við nýtum forgangsréttinn þar, þá eigum við yfir 70% í hitaveitunni og þá auðvitað þurfum við að setjast niður og spyrja ekki ætluðum við eiga svona mikið. Það verður væntanlega mjög erfitt að ráða við það þegar nú er fyrirtæki orðið feikilega dýrt. Já, og gefur augaleið að við ætlum ekki að eiga svona stóran hlut lengi. Við erum í samstarfi að þetta verkefni það verið fleiri sem komi að og við höfum lýst yfir að við teljum mjög æskilegt að fá Geysi Green inn og það kynna að vera fleiri aðilar sem að myndu þá koma inn í þetta verkefni með okkur. Já, þannig að þetta eru bara tímabundin kaup á ykkur til þess að selja svo Geysi. Já, meðal annars Geysi. Já. Þannig að við munum sjá þarna einhverja jarðskjálfta á næstu vikum eða? Já, það er bara fjör í þessum. Er alltaf mjög ánægður með það að þessi ákvörðun ríkisins skuli hafa aukið virði hitaveitunum svona gríðarlega og virði þessara sveitarfélaga því að það er alltaf mjög ánægjulegt að finna svona mikið eignavirði í hitaveitunum. En langtíma markmið, getið þið hugsað ykkur að einkaaðili eignist þetta fyrirtæki verði ráðandi aðili? Ég hef ekki séð það fyrir mér. Við höfum sagt að við viljum eiga ráðandi hlut í Hitaveitu Suðurnesja, Reykjanesbær. Það er okkar stefna, það er allavega stefna meiri hlutar sjálfstæðismanna í Reykjanesbæ, þannig að það lítur ekki út fyrir að við séum að segja að þetta sé fyrirtæki sem eingöngu er í eigu Geysis, en við höfum bara aldrei, sú umræða hefur bara ekki komið upp og sérstaklega þegar liggur fyrir þessi afstæða okkar að við ætlum að eiga ráðandi hlut, þá ætlum við eiga ráðandi hlut í Hitaveitu Suðurnesja og við það stendur og við ætlum að halda Hitaveitu Suðurnesja á svæðinu og byggja hana áfram upp þar. Er þetta orðið eðlilegt verð á fyrirtækinu? Er þetta markaðsverð eða er þetta bara eitthvað uppspreygt verð? Já, ég held að við verðum að segja að þetta er auðvitað mun hærra verð heldur en til dæmis ríkið gerir ráð fyrir. Ég hef séð gögn sem sýna að ríkið var tilbúið að selja á genginu 3. Það selur á genginu 6,7, nú er gengið orðið 7,1 og væntanlega segja menn að það hækki eitthvað en þetta er þá greinilega yfir upphæluðu matsverði, en það er ekki óvel, það gerist í öllum hlutafélögum sem eru vel rekin og eiga spennandi framtíð að það er verið að meta virðið upp. Í ljósið þessa verðmætis var það ekki bara glapræði hjá allir Akureyrarbæ og Reykjavíkurborg að selja sína hluti í Landsvirkjun? Já, nú er Reykjavíkurborg og Akureyrar að svara því, en úr því að Orkuveitan telur þetta svona mikilsvirði hitaveituna og býður á genginu 7 sem er náttúrulega nátengd Reykjavíkurborg, þá er rétt að Reykjavíkurborg svarið því á hvaða það voru reyndar aðrar forsendur, það var náttúrulega lokuð kaup, þannig að það er ekki kannski hægt að bera það saman við kaup á markaði. En núna þegar maður sér þetta verð alveg springa upp, nýr eigandi þarf væntanlega að fá arða þessu og að fá peningana tilbaka. Mun þetta ekki bara lenda á neytendunum, þeim sem er að kaupa raforku hjá okkur, þeim sem er að kaupa heitt vatn frá okkur, mun þetta ekki bara skila sér inn í verðlagið, það þarf að hækka það til þess að eigandinn fái nú arða þessari fjárfestingu? Ég held að það sé alveg öfugt við það að öflug hitaveita, hún getur farið í stærri verkefni og hún getur boðið neytendum hagstæðari verð en þetta sem við köllum uppsprengt, það snýr að útrás erlendis. Og það eru tækifærin sem að Geysir eru að horfa til í útrás erlendis. Þannig að það er svona verið að virða fyrirtæki og Geysir greinilega þurfti á svona heimalandi, baklandi að halda til þess að fara í þessu útrás, geta sýnt fram á hvaða styrk þeir hefðu hér heima til þess að fara í þessu útrás. Þannig að ég lít svo á að þetta hafi engin áhrif á heimamarkaðinn nema þá til góðs, en það eru mjög stífar reglur sem segja til verðlag, hvernig verðmyndun er á rafmagni og vatni. Þannig að það er ekkert það að ræða að það geti bara einhver einkaaðili búið til nýtt verð. Eru það þá útrásarmöguleikar ekki samningar við sölu til álvera sem gera fyrirtæki svona merkilegt? Ég myndi halda þessi tvíþætt. Það er náttúrulega alveg augljóst að með sölu til álvera þá eru menn að ná gríðarlegum öflugri stöðu. Það líka þýðir að menn geta farið í rannsóknarverkefni sem að geta skilað okkur stórum hlutum eins og djúpborunarverkefni og þetta er auðvitað Geysi Green eins og hitaveitan að horfa til, eins og Orkuveitan og ég akkurat horfi til þess að það væri mjög spennandi að eiga samstarf í útrásarverkefnum við þessi stóru fyrirtæki, Orkuveituna, Landsvirkjun, Hitaveituna, Geysi Green og menn auðvitað gæti alveg sest að borðinu saman í þeim verkefnum og að gera það á margan. Aðeins að öðrum svona hliðarvinkli þér að fara að taka skóflustungu og væntanlega álveri núna í vetur, er það ekki? Ég gerir ráð fyrir að það gæti verið svona í kringum áramótin sem að það gerist, það gengur allt ágætlega, það er svona frummatsskýrsla gagnvart umhverfisáhrifum sem er verið að skila af sig. En hafið þið tryggt nægilega orku? Orkan er tryggð, það eru 2 samningar
annars vegar við hitaveitunum, hins vegar við orkuveitunum sem að tryggja næga orku inn í þetta. En hún er ekki hendi öll þessi orka? Nei, sko, það nú bara eins og þegar menn ganga, það ekki búið að sko, enda væri það klaufagangur ef menn væru þegar komni með orkuna upp úr jörðu og ekki fættir að nýta hana, þannig að menn eru svona að stilla þetta á réttan tímapunkt. En bæði fyrirtækin treysta sig mjög vel til þess að gera þetta og til þess að hafa gert bestu samninga hingað til við Norðurál, þannig að það lítur mjög vel út. Sumir gerði í skóna að það þyrftu kannski að fá Landsvirkjun með ykkur og kannski myndu gjarnan vilja stökkva inn í núna þegar óvissar stækkun í Straumsvík að fá kannski eitthvað orku frá Landsvirkjun. Já, ég held að reyndar sko eins og menn ræða þessi mál, það eru fleiri hluti sem að gerast, það eru spurningar nettjónabú sem að við erum að ræða á Keflavíkurvallarsvæðinu og það þau þurfa orku og þetta snýst auðvitað það að menn tali saman og þess vegna þurfum við auðvitað að vera í þeirri stöðu að við séum að ræða saman þessi orkufyrirtæki og það auðvitað hringnet, þannig að spurningum hvaðan menn fá orkuna í mismunandi verkefni. Nú, ein hugmyndin hjá Alcan í Straumsvík svo að reisa álver á Keilisnesi. Það nú bara nánast sko í bakgarðinum hjá ykkur. Hvernig leggst það í ykkur að fá? Það er bara þeirra mál. Við tókum enga afstöðu til þessara mála í Hafnarfirði á sínum tíma og Keilisnes alveg augljóst að það þarf að gera miklu höfn á sínum tíma, kannski rétt að minna á það. Er ekki bara vitleysa? Það er höfn í Straumsvík, það er höfn í Helguvík. Þegar að Norðurál eða Century Aluminium var að skoða næstu tækifæri, þá skoðuðu þeir Grindavík, þeir skoðuðu Keilisnes og þeir skoðuðu Þorlákshöfn, þeir skoðuðu Helguvík og þeirra niðurstaða var að Helguvík væri lang ákjósanlegasti staðurinn. Þannig að það allavega gefur til kynna að það er talsverður kostnaður að fara í þetta annar staðar en ég sjálfsög ætla ekki bara að taka afstöðu til þess hvort að þetta sé gott eða slæmt eða þessi staðsetning, hún er svo sem að margan hátt eflaust hentug. Heyrðu, að enn öðru, það er til dæmis stutt síðan bara herinn hvarf, bara hann sagði bara eitthvað við þetta, bara bless, bara rúmt ár síðan. Já. Og maður hélt þá að heimurinn myndi og veröldin margir héldu að heimurinn myndi hrynja á Suðurnesjum, en hvernig er ástandið núna? Já. Ástandið er ágætt, það reyndar svo að það voru 700 mann sem mistu vinnuna og þeir hafa hlaupið í ýmis önnur störf, þeir hafa hlaupið í svona tímabundin störf eða verra launustörf og ég finn mjög fyrir þessu bara í viðtölum við íbúa, þeir eru að bíða og þeir eru að bíða eftir álveri og einhverjum slíkum tækifærum. Oft er þetta fólk sem hefur ekki mikinn menntunar bakgrunn, þannig að það er að leita sér að svona störfum sem að fólki sem er inn í vandræðum og óvissu. Já, það er fullt af fólki þó að það sé sem sagt menn eru mjög sjálfbjarga á Suðurnesjum, þeir eru í vinn, eru að bjarga sér en þeir eru auðvitað að bíða eftir betri tækifærum. En leið að þá sem sagt breyttum við flugvallarsvæðinu og hefur tekist mjög vel upp og ég gerir ráð fyrir að það verði 700 íbúar sem verði komnir inn á flugvallarsvæði, á varnarsvæði gamla í haust. Það er aðallega í kringum háskóla og skólastarfsemi. Það verður væntanlega 100 til 120 manna frumgreinadeild sem við rekum sem svona undirbúningu fyrir háskólastarf. Það verða 300 íbúðir rúmlega, leigðar til nemenda margra hér af höfuðborgarsvæðinu sem í Háskólanum í Reykjavík eða Háskóla Íslands og koma til okkar. Við erum að búa okkur undir að taka á móti 100 nýjum börnum í leikskóla sem að yrði á svæðinu. Við erum að undirbúa grunnskóla á vallarsvæðinu sem þannig er allt til þar sko. Við erum að undirbúa grunnskóla, það við höfum rætt við hjallastefnunum grunnskóla hjallastefnunar og taka svona svolítið nýja vinkla líka í þessum þróunarmálum og það lítur mjög vel út að það verði fyrsti til fjórði bekkur í grunnskóla upp á velli og þetta er bara gríðarlega spennandi verkefni og svo eru náttúrulega stór önnur verkefni að koma inn eins og tengjast auðvitað alþjóðaflugvellinum, mennir vilja nýta betur flugskýlin sem að Bandaríkjamenn voru með. Það er verið að skoða ýmislegt í kringum kvikmyndaver eða nettjónabú og mikil kraftur. Þeir sem akkurinn í Reykjanesbæ komast ekki hjá því að sjá bara uppbyggingun á íbúðahverfum. Það er að snart fjölga þarna, virðist það? Já, það fjölga núna 100 á mánuði nánast og það þykir okkur mikið því við vorum, það er ekki langt síðan að við vorum 11.000 en við erum 12.300 í dag eða 12.307 ef ég tók ekki fæðingartölun í morgun. En þannig að það er mikið fjölgun og ég gerir ráð fyrir að við séum þá í kringum 13.000 áramótin þegar að háskólasvæðið er komið inn. Þannig að þið ætla að skrá alla þá íbúa bara hjá ykkur? Þeim er auðvitað sjálfsfrjálst að gera það, en það svona hentar betur ef menn eru með leikskóla og þessa aðstöðu sem þarf og við erum auðvitað að búa það bara eins vel og við getum og þeim er frjálst að velja sér lögheimili það sem menn vilja en ég gerum ráð fyrir að margir muni vilja hafa lögheimili hjá okkur af því að ég finn bara strax að þeim líður vel. Einmitt.
Árni Sigfússon, bæjarstjóri Reykjanesbæjar, ég þakka þér kærlega fyrir komuna. Hádegisviðtalinu er lokið og þar með fréttatímanum verið þið sæl.